það nú búið að birta svo mikið af fræðigreinum skjátíma að ég var bara eiginlega svona pínu hissa sko að þetta sé ekki komið meiri umræðina. Og ég hef sko séð nokkra rannsóknir, þetta svolítið svona misvísandi hvað rannsóknir að segja, en margar rannsóknir tengja aukinn skjátíma við slakran málþroska. En svo var líka einhver rannsókn sem að þá fór svolítið mikið eftir hvað verið að horfa á og í hvað aðstæðum. Að þetta náttúrulega ekki sama að setja barnið eitthvað fyrir fram sjónvarpið og láta sig svo hverfa, þú veist, farin í eldhús að elda eða fara sjálfur að leggja sig í símanum eða eitthvað. Eða ef maður kannski með barninu. Ef að barnið bara eitthvað svona alltaf að horfa og bara mjög mikið, þá getur tekið frekar langan tíma að ná einhver svona jafnvægi. Þannig að því fara að líða betur. Góðan daginn, kæru hlustendur og velkomin í tröppur dagsins. Hvað segirðu, Halldís? Ég bara mjög hress. Já, hvernig er morgunin búin að vera á dagurinn? Hann búin að vera svona svolítið stressandi. Já. En ég hlakka til að aðeins að ná mig niður núna. Já, við ætlum að tala uppáhaldsefni mitt. Einmitt, sem að hvað? Skjátími. Skjátími barna. Skjátími barna. Hot topic. Hot potato. Hvernig er þinn skjátími? Ég get ekki sagt að ég siti fyrirmyndar. Nei. Ég er alltof háð símanum mínum. Ok. Til dæmis. Já. Það er að fyrsta sem ég gera á mótnana, þá kíki ég í síman. Bara sama. Og bara, maður svo háður þessu að það er mjög erfitt líka. Eins og svo maður að reyna að vera til staða fyrir börni sín eftir skóla og leikskóla. Og þá á ég bara mjög erfitt með að leggja frá mig síman. Ég verð helst að setja hann einhver staðar sem ég tínunum til þess að ég sé ekki alltaf að kíkja á hann. Tínunum og stáðtu daginn eftir bara, hvað er síminn? Já, alla mótna er ég hlaupandi út alt hús. Hvað er síminn? Maður lifir náttúrulega ekki á hans að síma. Þeir stjórna öllu. Stjórna lífunum hans, þeir stjórna börnunum hans og við viljum svona aðeins fara yfir þetta og gefa ykkur ráð. Já, það veitir ekki af. Sko, ég stundum líði mér svo sími minn sér bara svona framlenging af. Ég bara svona, þetta er svona nokkri fingur í viðbútt. Sem ég get ekki sleppt. Ég bara held á honum bara hvert sem ég fer. Já, ég er líka svona. Þetta er bara ægilegt, alltaf með síman í hendinni. Já. Já, þetta er ekki gott og við erum ekki einar. Við erum ekki einar og þið eru ekki ein, kæru hlustundur. Og við ætlum aðeins svona tæpa á þessu. Hvað er þetta eiginlega? Hvað er verið að meina þegar við erum að tala skjátíma og hvað er svona skaðlegt við skjátíma og er þetta eitthvað skaðlegt? Er þetta ekki bara komið til að vera og bara við getum ekki verið án þess og þetta er bara hluta nútímanum og... Einmitt. Svo fór ég að spá í daginn. Ég var sko 17 ára þegar ég fekk fyrsta snjallsíma minn. Það var ekki eins og snjallsími. Nei, bara farsími. Farsími, það var bara takkasími. Bara GSM. Og þú veist, í rauninni finnst mér bara að vera mjög heppin. Að hafa ekki fengið einhvern síma fyrr. Því að þetta er ekki að gera neinum gott, sko. Þetta er bara rugl, sko. Ég fekk sko fyrsta snjallsíma minn því ég var sko 31 árs eða eitthvað. Mitt. 22 ára. Ég man ekki að... Ég var í geðveikum mótþróa með þetta nefnilega. Ég ætlaði sko ekki að fá mér snjallsíma. Mér fannst þetta svo galið. Eða þú veist, það var náttúrulega búið að dilla í mér, skilur við. En þú veist, þá vissi ég náttúrulega ekki af, þú veist, Snapchat og Instagram og TikTok og öllum þessum öppum sem átti seinna eftir að færa mig svo mikla gleði. Samt kannski ekki alltaf gleði. Nei, kannski ekki alltaf, nei, nefnilega. Og svo er þetta, þú veist, að vera alltaf í samskiptum. Já. Þú veist, er það eðlilegt? Nei. Þú veist, við elskum tengsl, við erum eftir að tala um tengsl. En er þetta alveg tengsl, það verður alltaf eitthvað... Það sé alltaf hægt að ná í mann, að maður svari bara strax og mann er skrifað. Ég er mjög slæm með þetta. Mér finnst ef ég er ekki að svara einhverjum sem skrifa mér, þá fæ ég bara kvíðakast, sko. Já, ég er líka bara alltaf í símanum og sé bara alltaf strax skilaboð og er bara eitthvað, hæ, eða þú veist, þetta sé ekki eitthvað, hinmanneskjan er kannski ekki ætlast til þess að maður sé bara eitthvað á línunni, sko. Nei, það er meira sagt að fá sér snjallsíma núna sem er einhvern veginn svona back to basics, þannig að þú sérði eiginlega ekki neitt. Nei. Þú getur eiginlega bara hringt og sendt SMS eða eitthvað. Samt er þetta snjallsími. Okay. Og sem opnast bara, þú veist, þú getur valið hvenar þú getur verið þá á Facebook og öllu þessum samfélagsmiðlum. Bara klukkutíma á dag eða
2 tíma á dag, þú veist, ég þarf eitthvað svona. Já, það er alveg hægt að stilla þessar snjallsíma þannig að sko minn til dæmis fór núna nýlega að taka upp á því að fara í sleeping mode þú veist, 9 á kvöldin og þá bara missi ég af öllu. Já. Þá var kannski mamma að reyna að ná í mig Einmitt. og ég bara eitthvað og bara svo næ ég hún og bara ertu heima hjá þér? Þú veist, heldur hún að ég sé bara fann til Kuala Lumpur og þú veist, á þess að láta vita. Já, ég líka, ég set minn á sleepmót eftir klukkan 10 og það er einmitt, það er mjög frelsandi. Maður ætti nú kannski að setja hann bara á sleepmót klukkan 5. Hvernig væri það? Bara tjekka sig út. Já, þetta er eitthvað. Missa Messenger, Sportable eða Abler. Já. Og Facebook notifications. En þú er náttúrulega með börn í grunnskóla. Ég er ekki með börn í grunnskóla. Eina sem Facebook segir mér er eitthvað svona kattafréttir. Týndir kettir, það er eina sem er í fítinu mínu núna. Já, týndir kettir í Vesturbænum og víðar. Og íbúagrópan í Grafarvogi. Hún poppaði upp á fítinu mitt daginn. Jesús. Þetta er náttúrulega mikið þvæla. Maður ánáttúrulega ekki vera á Facebook. En maður getur ekki lifað án þess að vera Messenger. Það er bara, þar gerist allt. Þar skipuleggur maður allt ef maður á börn og þannig ég get ekki sleppt í. Það er vandlifað, en nóg af þessu, hvað er það með skjátíman? Hvaða áhrif hefur hann á börnin okkar og okkur ættu við að takmarka hann? Já, af hverju er þessi skjátími svona slæmur? Ég fór nú og rannsakaði málið og það er nú búið að birta svo mikið af fræðigreinum skjátíma að ég var bara eiginlega svona pínu hissa sko að þetta sé ekki komið meiri umræðina með dópamín. Að því að dópamín er boðefni í heilanum sem að lætur okkur bara, þú veist, það hvetur okkur í allt. Við myndum ekki gera neitt ef við værum ekki með dópamínkvata. Við myndum ekki borða, við myndum ekki leika okkur, við myndum ekki, þú veist, við verðum, þú veist, dópamíni drífur okkur áfram. Og heilin, hann kann að skammta okkur svona passlega mikið af því. Okay. En þegar að börn til dæmis fara í skjá, setjast niður og horfa, þá bara fáðu rosalega mikið dópamín. Allt og mikið. Allt og mikið. Já. Og oft er talað að börn, þú veist, þurfi nú aðeins að slaka á eftir leikskóla. Þá er nú svo gott að setjast það fram á sjónvarpið því þau eru svo róleg. Já. En heilin er alveg á trilljón. Og þau fá ekki mikla hvíld. Nei. Fá rosa mikið dópamín og svo, maður tekur líka oft eftir því þegar það er slögt, þá verða þeir mjög reið og það er líka því að þá bara allt í nýr dópamínu bara kift frá þeim. Þau auðvitað bregðast ekki vel við því. Þetta svona myndar svona fíknar og frákvarvar einkenni strax. Okay. Þannig að þessi, þú veist, það er, sko dópamín er jákvætt en ekki of miklu magni. Nei, nákvæmlega. Þá myndast ójafnvægi. Já, þá myndast þetta ójafnvægi. Það er ekki gott. Þannig að til dæmis þegar börn leika sér og þá þurfa það þarf að plana sko. Þau þurfa að sjá eitthvað dót sem þau vilja leika sér með og þau þurfa að ákveða hvað ætlum ég að gera með þetta dót og svo byrjaðu leikinn og þá fáðu þessi velun, þessi dópamín, þennan dópamínkvata. En þegar þú sest og horfir á sjónvarp þá bara kemur þetta bara strax og þú þarft ekki að hafa fyrir því. Auðvitað er það miklu auðveldra og auðvitað sækja þau þá frekar í það þegar þau koma heim úr leikskólanum til dæmis og bara hvað má ég horfa. En þau hafa náttúrulega miklu betra að því að leika sér. Já. Að því að leikur er bara grundvöllur alls þroska. Já. Og þú þarft ekki eins og vera að leika þig við neitt. Þú ert bara, þú veist, að leika þig sjálfa þig og tala uppátt og skapa einhvern ímyndaðan heim. Einmitt. Þannig að, þú veist, börn upp að 5 ára aldrei hafa enga þörf fyrir neitt skjá. Nei. Ekkert sjónvarp, engan iPad. Þau bara geta alveg haft ofan fyrir sig sjálf. Já. En ef að því, þú veist, ef þau fá skjá bara of snemma og venjast á það mjög ung, þá er það bara mjög erfitt. Já. Því þau munu alltaf velja skjá framfyrir að leika sér. Já, einmitt. Er það alveg þannig? Það er bara þannig. Já. Ég til dæmis tók eftir þessu þegar ég var ólétta barni númer 2 og þá var elsta barni mitt bara 1 árs. Og ég var ótrúlega þreytt og ég hafði aldrei spáð neitt mikið í því. Veist, hvað er þetta með hennan skjátíma eða það verður eitthvað slæmt? Nei. Ég hugsaði, ég vil bara smá pásu. Þú veist, eftir vinnu, bara í svona hálftíma, bara aðeins að geta chillað. Já. Og fór bara mjög fljótt að sjá að, þú veist, þetta var ekki gott. Og bara, barnið mitt var bara miklu einhvern veginn pirrara
og ég fekk enga hvíld Nei. af því ég þurfti einhvern veginn, hún fór bara alltaf að biðja að skiptum og setja eitthvað annað af því að það var ekki þetta sem hún þurfti að halda. Hún þurfti að fá að leika sér eða ég talaði við hana. Tengslin. Þannig að þetta var bara svona, ég var mjög fljót að fatta að ég hugsaði, þetta ekki gott. Nei. Og fór bara tók þetta alveg í burtu og sá strax að hegðunin batnaði. Já. Þannig að þetta bara, ég ætla hann að fatta að þetta þurfti að eignast börn og til þess að fatta þetta og hef alltaf haft mikinn áhuga á þessu síðan. Já. Og auðvitað tengist þetta líka rosalega mikið málþroska. Ekkert smá. Og ég hef séð nokkra rannsóknir, þetta svolítið svona misvísandi hvað rannsóknir að segja, en margar rannsóknir tengja aukinn skjátíma við slakan málþroska. En svo var líka einhver rannsókn sem að þá fór svolítið mikið eftir hvað verið að horfa á og í hvað aðstæðum. Að það náttúrulega ekki sama að setja barnið eitthvað fyrir fram sjónvarpið og láta sig svo hverfa, fara inn í eldhús að elda eða fara sjálfur að leggja sig í símanum eða eitthvað. Eða maður kannski með barninu og að tala það sem að gerast, það sem að gerast á skjánum og svona að spjalla söguþráðinn og saman í þessu. Þá getur það alveg verið örvun. Já, algjörlega. Og svo náttúrulega bara að setja barn eitthvað eitt á YouTube. Já. Sem við erum náttúrulega alveg gjörsamlega á móti. Það YouTube myndar meira dópamin í heilanum heldur en annað sjónvarpsefni. Já, var það ekki. Af því að þú getur skipt svo hratt á milli. Já. Og það verður bara ennþá meiri örvun. Og þú veist ekki hvað að koma næst. Nei. Þannig að það alltaf kannski þessi ekstra eftirvænting. Já. Og verður bara algjörlega háður því eins og við vitum. Sem erum á TikTok, þó ég sé ekki á TikTok. Nei, ég er ekki annað en að vera á TikTok. Það er leitt. Að fólk segir áttið mig, ég bara settist upp í sófa í gær og vissi ekki að mér fyrir 2 tíma seinna. Bara búin að fletta á milli einhverja TikTok-vídeó. Þetta náttúrulega agalegt. Og heili fullorðna er náttúrulega miklu þroskari heldur en barna. Þau ráða engan veginn við þetta. Engan veginn, Þetta er svo mikið svona, þetta er bara svo komið hríðskota byssu af áreiti. Þetta er svo mikið fyrir þau, Já. Allt og mikið, þau ráða ekkert við þetta og eins og varst að segja eins og vinsæll tími milli mjaltómessu eða eftir leikskóla og fram þessi svo kallað úlfatímis, ég þóli reyndar ekki þetta orð. Nei, vegna þess að þá er verið að búa til vandræði. Bara eins og börnin sé eitthvað hræðileg vandræði. Nei. Og þetta sé allt þeim að kenna. Að þau sé eitthvað illa upp lögð þarna kannski 1-2 tíma eftir leikskóla. Og þá þurfa þau að ná sér niður eftir daginn. Já. Og einu sinni þegar ég var til börn í leikskóla og þá fór ég og keypti spil og stytti, ég held ég að mér styttu alla tíman hálftíma en allavega ég sótti við þarna einhvern tíman og svo fórum við heim og náðum okkur bara öll niður. Ég þurfti líka að ná mig niður eftir vinnudaginn minn. Og þá bara gátum við átt svona einhverja rólega stund og allir bara náðu sér niður og þá, nær maður þeim að fara bara sjálf að leika. Eins og við höfum oft talað að búa til, þetta þau verði sjálfum sér nóg. En að við séum ekki bara stillaðum upp fyrir fram að skjáin og sem heldur þeim í spennu. Alveg. Þau eru ekki að vinna úr neinu, þau eru ekki að vinna úr deginum, þau eru ekki að leika sér, þau eru ekki að róa sig. Það bara heldur þeim, er það ekki? Það er bara algjörlega. Í einhverju svona, einhverju svona eftirvæntingu, svona spennu, já. Af því að líka leikskólinn, það er rosalega mikið áreiti í leikskólanum. Já. Þau koma heim algjörlega búin á því. Já. Ég er allavega trúið ekki að þessi mjög mörg börn sem koma mjög senuð heim á leikskólanum. Auðvitað eru mjög margir góði leikskólar og bara mjög flott starf. Já, já. En þetta er bara opaslega mikið áreiti. Já. Þannig að þau þurfa rosalega mikið að ná sér niður og það er þau vinna oft úr hlutum sem hafa gerst yfir daginn með því að leika sér. Ég heyri dóttur mín oft 4 ára. Þá var hún kannski lent í einhverju rifrildi eða eitthvað og fer og leikur með einhver dýr og er eitthvað, nei, Kristófer, þú mátt ekki íta mér og byrjar eitthvað svona að leika eitthvað sem hafi gerst. Já, og þá trufla ég hann ekki neitt, ég bara hlusta og svo kannski spyr ég hann að seinna, já, hvað, gerðist eitthvað með Kristófer í leikskólanum? Já, hann var vondur við mig eða eitthvað, þú veist. Já. Og þá er þetta að tala um það. Nákvæmlega. Og þessu missir maður af ef þau eru bara að horfa á sjónvarp og svo kannski slekkum á sjónvarpinu þegar þau eru að fara að borða
og þá eru þau mjög vondurskapi af því að þau vildu náttúrulega horfa lengur og vilja kannski ekkert borða og þetta verður bara svona vítarhingur. Já. Fyrir utan það að þú veist, bláa ljósið í skjáunum hefur áhrif á annað hormón sem heitir melatonín, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er það. Já. Melatonín sem að byggist svona upp með deginum og því meira melatonín, því betri svefn. Já. Þannig að ef að þau eru kannski að horfa eftir leikskóla eða rétt fyrir svefnin, þá er maður að bæla þessa melatonín framleiðslu sem þýðir að þegar þau fara að sofa, þá eiga það erfiðara með að sofna og svefnin verður verri. Já. Þannig að og þetta megum við fullorðna kannski líka taka til okkar. Og sumir eru farin að nota ykkur svona glerugu sem að bæla þetta bláa ljós. Já. Ég þyrfti að fá mér svo leys kannski. Og sumir eru bara farin að láta börnin sín vera með svona þegar þau eru að horfa. Ég er þetta ekki komin alveg þangað. En börnin þín horfa nú ekki mikið? Nei, alls ekki. Það er alveg svolítið strangt heima á mér skjá viðmið og ég er leiðilegasta mamman í bekknum. Strangasta mamman í bekknum. Green flag. Já, green flag. At least. en þetta er alveg, maður getur hugsað sér ef að barn kemur heim, alveg búið á því, fer að horfa, verður mjög svona, hvað er svona gott orð fyrir dysregulated? Svona órótt eða órólegt. Bara svona órólegt og bara ræður engan veginn við sig og svo ætla bara að svæfa barnið og þá er það bara melatoninni búið að bælast svo mikið að það næri ekki að sofna. Þetta er ekki heldur gott fyrir bara samverun og tengslin. Nei, nákvæmlega. Á milli foreldra og barna og systkina. Býr bara til spennu. Býr til spennu. Og maður vill auðvitað að það sé, þessir fáu klukkustundir sem maður er með börnunum sínum á dag, að það sé ekki neikvætt. Og ég er ekki að segja að það þarf ekki að vera í 100% tilfella alltaf eitthvað æðislega gaman að svæfa börn eða að vera saman eftir leikskóla. En maður þarf einhvern veginn að reyna að skapa þá umgjörð. Akkurat. Að það líði öllum vel. Já. Og eins og við tölum held í síðasta þætti var að ef þú kemur heim og bara einbetið þér að barninu í svona 10 mínútur, það þarf ekki meira. Bara eitthvað sýna því áhuga sem er að gera eða bjóðast þess að lesa bók eða eitthvað, að þá er það miklu líklega til þess að bara fara sjálft að leika sér. Akkurat. Og við þurfum ekki einhvern veginn að koma þeim fyrir einhvers staðar. Nei. Svo við getum bara verið eitthvað að slappa af í friði, Því að auðvitað þurfa, eins og ég sagði hann, allir þurfa að ná sér niður, líka eru foreldrarnir þreyttir og allt svo leiðis. Já. En það sem mér stingur mig oft í augu er að sjá bara lítil börn í kerrum með síma. Já. Og þá langar maður að tala að spyrja þig, sérfræðingin, út í, mismunandi snjalltæki, sími, iPad, sjónvarp. Ég held að í rauninni öll, sími og iPad, hafa bara veitt aðeins meira aðgengi að efni. Af því að það bara getur fengið þetta bara haft þetta í fanginu. Hvar sem er, einmitt. Og þetta með að ég sé pínlítið börn í strætó með einhvern síma eða iPad. Ég fæ bara hroll. Sorry, mér finnst þetta ekki gott. Af því að þú ert hvort bara situr í strætó og þú getur alveg hort á barnið þitt og tala við það. Já. Það þarf ekki að fá einhvern síma í hendina. Það er afturrengur rétt á meðan. Nei. Og alls ekki undir 1 árs sem er alveg mörg börn sem ég sé. Maður ég bara skild ekki. Ekki undir 5 ára. Nei. Mér finnst bara börn undir 5 ára. Já. Hafa ekkert við þetta að gera. Nei. Ekki síma, ekki iPad. Jú, þú getur hort á stundin okkar. Já. Línulega dagskrá. Nákvæmlega. Ekki, þetta er bara eins og vera inn í einhverju dótabúð og bara fáið meira. Það er bara að komast inn í Nammilandi Hagkaup og bara go wild. Þú getur bara gert hvað sem þú vilt. Já. Það er náttúrulega ekki, þetta er bara að líka því að frambúðið hefur orðið svo rosalega mikið á svo stuttum tíma að það hljóta alltaf að verða einhverju vaxtaverkir. Ég held að nú séum við bara í einhverju svona sprengingu. Það sem að frambúðið er svo mikið og mikið á svona mjög örvandi sjónvarpsefni sem að það var ekki svona rosalega, þegar er mikil tónlist hratt skipta á milli atriða, rosalega mikil æsingur, það er meira örvandi heldur en einhver svona hægari þættir. Nei, eins og Einar Áskell. Já,
Eitthvað svona- múmínálfarnir. Já, og börn sem eru vön að horfa á mjög svona hratt sjónvarsefni, þau hafa engan áhuga á að horfa á múmínálfana Nei, einmitt. eða lundaklett eða hvað sem þessi þættir heita. Þau vilja bara eitthvað æsing. Bara, Eða bara kunni ekki að horfa á neitt annað. nei. Og þú veist, svo heyri ég líka ofta fólk segir, já, við erum bara oft með kveikt á sjónvarpinu og barnið mitt er ekkert að, þú veist, endilega horfa. Það fer bara að leika sér. En þetta er rosalega mikið áreiti. Þú veist, að því þú þarft einhvern veginn að geta verið í samskiptum við systkini, við foreldra. Ég er ekki að segja að þú þurfur eitthvað að vera að tala við barnið þitt frá því og kemur heim úr leikskólanum þá til að fer að sofa, alls ekki, það er bara ekki raunhæft. En þetta er, þú veist, samskiptin verða til af því að þú ert kannski ekki bara situr og ert bara fastur við einhvern skjá. Nei, einmitt ekki. Ég hef stundum líkt því við sko óbeina reykingar. Einmitt. Þú veist, ef að foreldrarnir eru bara í skjánum Já. og er ekki að ná kontakti við barnið. Einmitt. Og maður hefur alveg séð þetta. Já. Þú veist, maður hefur alveg séð börn reyna að ná sambandi við foreldri og foreldri er bara Já. ekki á staðnum, sko. Dóttir mín hefur líka sagt þeim oft, Já. mamma, hættu í síman. Já, Skilur 3 ára. einmitt. Og þá horfi ég á hana og ég bara, þetta er ekki lægi. Nei. Þetta er ekki lægi. Af því að þú veist, þetta er bara að þú veist, það að við getum ráðum svona illa við þetta, þá er ekkert skrítið að maður sjáu bara, þú veist, börn núna niður í sko 8 ára eða 7 ára sem eru með snjallsíma og geta bara, þau eru orðin svo háð þessum tækjum. Þetta er bara óbúslega vond þróun, sko. Þetta er ekki góð þróun og svo bara allt sem er á netinu. Já. Þú veist, þetta er bara eins og að setja barnið inn í eitthvað hús og bara, þú veist ekki hver er þar inni. Nei, einmitt. Eða hver getur komist þangað inn. Já. Það er bara Pétur og Páll, sko. Og svo hafa einmitt, sko, eldri börn mín oft sagt við mig, að því að elsta dóttir mín, hún fær svona klukkutíma skjátíma á dag, hún er að vera 12 ára. Hún sagði, mamma, þú ert samt alltaf í símanum. Þú veist, hún upplifið það. Ég sé bara alltaf í símanum, sem getur alveg verið rétt, sko. Af því að ég, viðurkenni það, ég er sko ekki neitt fullkomin. Og þetta er svo vond fyrirmynd. Einmitt. Akkur ætti hún bara að fá að vera mjög stuttan tíma á dag ef ég bara alltaf. Allan daginn. Allan daginn, alltaf. Þannig að maður þarf líka kannski svona að spá í því. Já. Sem foreldri, þetta með þessar fyrirmyndir og þú veist hvernig tengslin geta rofnað þegar maður er sjálfur ekki til staðar. Nákvæmlega. Og þegar börn þurfa kannski einmitt líka meiri örfun út af einhverju, þú veist, þau eru með slagan orðaforða eða þú veist, það er bara, getur verið svo margt sem að hefur áhrif á þessi að þú sért ekki nægum samskiptum við barnið. Þetta var ekki vandamál, þú veist, þegar við vorum litlar. Nei, einmitt. Það var ekki svona mikið í boði í sjónvarpinu. Svona mikið svona noise, mér finnst þetta að vera svona noise, svona læti, einhvern veginn svona bakgrunns áreiti af engu. Þú veist, þetta er svona 70% af því sem er að gerast í þessum símum skiptir engu máli. Einmitt. Eða þú veist, hefur ekkert með mann að gera. Nei. Þú veist, þetta er, sko, já. Hvað finnst þér svona þroska leiki? Þú veist, þegar fólk er eitthvað svona upptekið að því að það sé svo æðslega þroskandi fyrir barnið að vera í iPad í einhverju appi. Já, mér finnst það svona, þú veist, mér finnst það ekki komið í staðin fyrir bara almennileg samtöl og einhvern veginn, ég allavega er ekki að mæla neitt sérstaklega með því. Nei. Þegar ég er að tala við foreldra. Þú veist, auðvitað eru til alls konar upp og eitthvað sem er sniðugt þess að þroska eitthvað ákveðið að æfa. En ég bara, þú veist, kemur ekkert í staðin fyrir. Nei. Bara það að fólk tali saman. Nei. Og það útskýri hlutina og þú veist, þú læri líka miklu betur og þú læri miklu betur í gegnum leik. Þess vegna er leikur svona mikilvægur. Já, einmitt. Að þú veist, ef þú ert að leika þér, þá þarftu kannski að heyra eitthvað 5 sinnum. En ef það er bara ekki gegnum leik, þá þarftu kannski að heyra það 100 sinnum. Já, þetta er líka rannsóknir sem sýna þetta. Þess vegna þarf alltaf að vera mjög gaman í talþjálfun. Já, einmitt. Annars gerist ekki neitt. Við erum alltaf að leika okkur allan daginn. Já. Þannig að þú veist, það er bara skiptir ótrúlega miklu máli og ég veit ekki alveg hvort að ég allavega er ekki hrifin af því að fólk, þú veist, það verða líka bara einhvern veginn allir að taka ábyrgð á því sem að
er að gerast með börnið þeirra, þú veist, það er alltaf verið að tala um eitthvað skólana og þeir eru að gera eitthvað ákveð og foreldrarnir, sko, en fyrst og síðast þá skiptir mestu máli að þú sért í góðum tengslum og samskiptu við börnið þín. Já, nákvæmlega. Það skiptir öllu máli. Og viti hvað er að gerast hjá þeim og sért með einhverja yfirsýn þar. Og ef þú vilt endilega sé einhverjum svona kennslu uppum, þá verður bara að vera með þeim í því. Já, nákvæmlega. Það held ég sé akkurat lykillinn, sko. Og þú veist, það getur verið ótrúlega jákvætt til dæmis ef það er ekki mikill skjátíma á heimilinu að það sé eitthvað svona föstudagsbíó. Þú veist, allir horfa saman á mynd og hann að borða popp eða eitthvað. Þú veist, það getur alveg verið eitthvað svona hefð eða eitthvað svona jákvæð samvera. Það eru þetta ekki draun eftir að börn séu aldrei í skjá eða horfa en meðan þau eru svona lítil og við getum haft einhverja áhrif á hvað þau eru að gera þá er náttúrulega rosalega mikilvægt að reyna að hafa einhverja stjórn á þessu. Við erum ekki að gera þeim neitt mikið greiða með því að leyfa þeim að horfa. Auðvitað, þú veist, foreldrar segja líka oft um mig, þú veist, henni finnst þetta svo skemmtilegt. Bara eitthvað, já, en er þetta gott fyrir hana? Einmitt. Og það er svona að spá í því, sko. Einmitt, hvað er skemmtilegt, sko. Já, og mér langaði líka, sko, að segja hvenar dags skjátíminn er. Já. Það skiptir líka ótrúlega miklu máli. Já. Það er ekki gott að byrja morgnana á því að horfa. Nei, það er bara, þú ert ekki að setja góðan tón fyrir daginn. Nei, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, ég spyr alltaf foreldraði sem er hjá mér í ráðgjöf, bara hvernig skjátíminn er og hvenar hann er. Já, það skiptir máli. Já. Ég ætla hann að held að ef ég myndi kveikja sjónvarp á morgnana, þá myndi ég ekki koma börnunum í skólan eða leikskóla. Nei, einmitt. Það gerur örugglega morgnana mjög erfiða. Og morgnar geta nú náttúrulega oft verið erfiðir, þó að maður, þannig, þú veist, morgnan hjá mér er ekkit endalaus blóm og einhverjar. Alls ekki, sko. Bara nú skulum við fara heim út, já mamma, við erum tilbúin. Alls ekki, en þú veist, þú þarft ekki að gera hlutina erfiðari en þeir eru. Einmitt, með að bæta inn þessari breytu, þannig að allir verða bara að fá stöðruflóð fyrir fram á sjónvarpið og vilja svo alls ekki láta koma sér, eða þú veist, gera neitt sem þarf að gera, klæða sér, borða, busta, Einmitt. Að það er bara límt fyrir framann skjáin. Og ég held líka oft ef að börn búast við því að þau megi horfa á morgnana, þá vaknaðu fyrr. Já, einmitt. Þetta er bara eins og börni mín. Þau fá alveg að horfa helgar á línulega dagskrá. Já, ok. Og þá oft eru þau að, þú veist, vakna bara 6:30. Ég get ekki dreigið fram á rúminu fyrir 8:00 á virkumdögum. Nei, mitt. Af því að þau vita alveg, þú veist, þau bara vil ekki fara í skólan eða leikskólan, vilja bara sofa lengur. Og svo erum við alltaf bita á þessu foreldrarnir, bara, já, en það er að þau vita að þau geta hort. Já, einmitt. Þannig að oft er þetta komið kannski í einhvern svona vítarhring. Já. Og maður skilur alveg, þú veist, auðvitað þarf fólk stundum að slaka þess á. Og það er freistandi að kveikja sjónvarpinu, en það er samt ekki gott ef það er einhvern veginn bara á hverjum degi og alltaf og þú veist, snemma á morgnana. Þannig að þú veist, ég myndi segja snemma á morgnana og rétt á hann að fara að sofa. Það er bara mjög slæmt. Já. Og þú veist, líka bara, það er heldur ekkert gott beintið til leikskóla. Nei, einmitt. En það er rosalega mikilvægt, ef maður ætlar að vera svolítið svona strangur á þessu eins og við erum, við maðurinn minn að ákveða bara og vera búin að ákveða fyrirfram. Þú mátt horfa á eitt þátt að blæju eða einhverju og svo ætlum ég bara að slökka á sjónvarpinu og svo þarf að standa við það. Já. Og það getur oft verið bara rosalega erfitt. Mér er eiginlega auðveldar að vera með ekkert sjónvarp yfir virkudagana og leyfa aðeins helgar, þú veist, og þá er ég alveg búin að ákveða, þú veist, segja fyrirfram. Já, þið megið horfa, þú veist, til klukkan 10 eða eitthvað. Og svo slekki og það verður ekkit kveikt meira á sjónvarpinu. Og þá þarf ég ekki að hlusta allan daginn á eitthvað, má ég horfa meira, því þið vita að þannig eru bara reglunar. Já. Þetta er bara eins og með mjög margt annað, að þú veist, maður þarf að vera með rosalega svona strangar reglur. Annars er bara svo auðvelt að detta út í það að einhvern veginn er svo þægilt að hafa bara kveikt alltaf. Já, nákvæmlega. Mér finnst það líka svona að vera bara með kveikt og eitthvað svona bakgrunns. Já. Ég held að það sé ekki endilega málið, sko. Nei, en ég heyr alveg að það er alveg margir foreldrar sem segja við erum bara með kveikt og hún er ekkert að fylgjast með þessu. Bara, akkur ertu þá með þetta kveikt? Já,
okkur ekki bara sleppa því Já, og setja bara á einhverja tónlist eða einhverja sögu já, einmitt. eða bara útvarpið, skilurðu. Já, Ef þú þarft endilega að hafa eitthvað svona, einhvern bakgrunns. eitthvað suð. já, Mm það var allavega ég allavega held að þetta með, og ég hef líka heyrt frá foreldrum sem að ég heyri með börn sem að vakna svona snemma. Ef að skjárinn bara tekin út á mótnana, Nú þá farið bara að sofa lengur. Einmitt. Þannig að ég mæli með því ef einhver í vandræðum með barnið sitt sem að vakna snemma. En hvað með svona, þú veist, hvað á fólk að gera í staðinn? Þú veist, fólk sem bara uppgefið, það kemur heim, þú veist, það kannski einstöðu fóreldrarnir, Mm þú veist, það á eftir að gera allt, þú veist, börnin eru svöng og þreytt Já. og, þú veist, Já. Þú veist, með ráð. Ég er með ráð. Sko, norska leiðin, ég bjó í Nóri lengi. Já, kottu með það. Það að vera snemma með kvöldmatt Akkurat, og vera þá helst búina, þú veist, undirbúan. já, Af því að þú veist, ok, þetta hljóma kannski pínu flókið, en það er alls ekki flókið. Annarkvort að vera með afganga frá deginum áður, þú veist, elda tvöfalt, já, eða bara vera með eitthvað svona sem þú ert rosalega fljótur að gera, mhm, sem er samt ekki of óholt, þú veist, það er vandlifað í þessum heimi, jú, samt. jú, En þú veist, að bara gefa þeim vel að borða þegar þau koma heim, þú veist, að því að þetta með að borða kvöldmatt klukkan 7, það er bara of seint, það er allt og seint, allt of seint. bara galið. Já, Það er Þannig bara að að borða þú- klukkan 6. já, Ekki? 6, Já. þú veist, normenn borða klukkan 5, en Einmitt. við skulum aðeins taka hérna millivegin. Já. En það hvort sem er dimmt Já, á veturna, einmitt, þú veist, hvað annað á maður að vera að gera, hvað, hangsa til 7 já. Og yfir þessu? Ég sá líka svo gott ráð frá einni konu sem er með svona uppeldisráð á netinu. Hún sagði að eftir svona frí, jólafrí, þú veist, páskafrí, það er rútína fyrir allir rugl. Mhm, Hún sagði, hvað gerum við til þess að láta börnin fara aftur í rútinu? Við höfum kvöldmatinn fyrr. Já, einmitt. Það er bara eina sem við breyta. Já, Og þetta er, þú veist, auðvitað það maður kannski gefa þeim eitthvað smá þegar þau koma heim, við erum rosa svöng. mhm, En ef maður reynir að gefa þeim vel að borða, þú veist, klukkan 6, mhm, þá er bara einhvern veginn styttur þennan tíma sem þú þarft að einhvern veginn treyna. já, Og þá geta þau jafnvel freka fyrir að leika sér bara eftir kvöldmatt. já, einmitt. Það er líka alveg rosalega gott. Þegar þá eru þau sött, líður vel, Þá er þetta að fara í bað. hægt að fara í bað eða bara fara, þú veist, eins og þannig yngsta dóttir mín, hún bara fer að leiku sér og ef ég er með þetta alltaf ofseint, þú veist, matinu klukkan 7, hún vill þá fara að leika sér klukkan 8 sem er þá alltaf seint. Já, Þannig að ég er bara búin að sjá það að ef maður færi kvöldmattina þess aftur, mhm, þá gengur bara allt miklu betur. mhm, Og líka, þú veist, ef maður getur, þú veist, labbað heim úr leikskólanum, fengi smá göngutúr, mhm, einhvern veginn til þess að ná sér niður. einmitt. Þú veist, ef maður kemur í bíl heim, getur maður einhvern veginn farið aðeins út í garð og bara eitthvað verið í 5 mínútur, Já. fá smá frískt loft eða, þú veist, einmitt, lesi bók, gert eitthvað í 10 mínútur þar sem þú ert ekki bara eitthvað, jæja, nú þarf ég að fara að elda en nú þarf ég að fara að þrífa, setja í vél, þú veist, Einmitt. að það sé einhvern veginn smá svona ró, Mhm, þannig að börnin geta einhvern veginn glemt sér. einmitt. Af því að þetta líka þjálfar svo mikið siglu, Mhm, þú veist, að þau geti fundið sér eitthvað að gera og haldið sér við leikinn. mhm, Það er svo mikið það í dag að börn sko, sem horfa mikið á skjá, þau fá alveg bara svona ADHD einkenni. já. Þau bara vaður einu í annað og ná einhvern veginn ekkert að Nei, einbeita sér. einbeita einhvern sér. veginn. Nei, það er líka bara ótrúlega mikilvægt að það líka hefur áhrif alveg inn í skólagönguna já. og bara út í lífið. Að auðvitað. geta bara einhvern veginn haldið við eitt verkefni og glemtir í því. Mhm, Þannig að ég myndi allavega að segja að þetta með, og líka, þú veist, það er svo gott að fara til dæmis í sund. Þú veist, ég veit að það er ekkit allir sem fíla fyrir sund eða finnst þér einhvern veginn hafa tíma til þess. Mhm. En að maður nær því, þú veist, einu sinni í viku. Þetta er bara besta sem þú getur gert til þess að núllstilla taugakerfið. einmitt. Og það er það sem þetta fjallar allt um. Já, Taugakerfið er svo tætt eftir leikskóladaginn. já. Það verður tætt eftir þú horfir. Mhm, Það er tætt ef þú ert ekki í góðan samskiptum einmitt. og ef það er ekki tengsl. Já, Þannig að þú veist, allt sem þú getur gert til þess að róa það niður, það er bara svona samvera, rólegheit, rútína. rútína, þú veist, allt sé bara mjög fyrirsjánlegt. Mhm, Þannig að, já, þetta er bara
ótrúlega, þú veist, og ég er ekkert að segja, þú veist, þetta er kannski ekkert svo auðvelt að fara eftir. Nei, auðvitað, og enginn gerir þetta 100%. Aldrei, sko. En að hafa þetta kannski svona eitthvað leiðarljós. Já. Þú veist, bara hvaða gildi vill maður hafa sem foreldri, þú veist, og hvernig vill maður að börnunum sínum líði. Já. Og þá getur maður, ok, nú ætla ég ekki að kveikja sjónvarpinu, þá get ég, þú veist, leikið við barnið mitt, ég get lesið fyrir það. Ég get spilað, ég get reynt að fara út að labba, mögulega fara í sund, stutt, þú veist, það þarf heldur ekki að vera í 2 tíma í sundi, það er að fara bara onni í hálftíma og upp úr. Já. Þú veist, gerir svo mikið, sko. Já. Ég get reynt að hugsa fyrir matnum, þú veist, verið með eitthvað auðveldan kvöldmat eða afganga eða, þú veist, eða keypt eitthvað tilbúið. Það má. Það má. Og ég hef líka alveg, þú veist, hugsað helgar, að því ég fylgst svona svolítið mikið með svona sérfræðingum, svona íslenskum sem er að ráðleggja með skjátíma. Það er ein kona sem er mjög flott, sem ég manreitir ekki alveg hvað heitir. Hún var alltaf að tala að fyrir börnin hennar sem leika sér mjög mikið og það er eiginlega engin skjár heima hjá þeim. Þau fá alltaf að horfa helgar en ekki svona fyrir en í eftirmiddaginn. Kannski svona 3, 4, 5. Já. Og þá á einhverja eina mynd eða eitthvað svona, það er bara svo mjög takmarkað. Þá vissu börnin það alltaf og þá bara vöknuðu börnin alltaf og byrjuðu að leika sér. Já. Börn og foreldrarnir gætu bara sofið, skilurðu. Þau fóru bara beint að leika sér. Ég gerði þetta alveg á tímbili en ég er nú aðeins búin að missa tökin núna. Já. Af því að núna vilja þau bara fara að horfa á mótana og ég leyfi þeim það helgar af því ég er svo ótrúlega leiðileg á virkum dögum. En þú veist, það er þetta þessi regla með bara helst línulega dagskrá. Ég vil ekki að þessi fara bara á Netflix og horfa eitthvað á ensku til dæmis. Nei, einmitt. Eða einhver ógeðslega brjálaða þætti sem að 4 ára stelpa mín, hún var bara algjörlega vitstóla, sko. Það getur verið svo erfiðar helgarnar. Já. Þegar að það verið að horfa eitthvað svona eitthvað æst efni. Þannig ég mæli líka með einmitt að fylgjast með því hvað er eiginlega að vera að horfa á. Já, nákvæmlega. Þú veist, það er alveg svona það er talað slow TV og fast TV í þessum greinum sem ég hef verið að lesa. Og það er alveg, þú veist, aðalmunurinn er bara, þú veist, allt gerist rosalega hratt í þessu hraða efni, þú veist, það er skipt hratt á milli, margir litir, mikið, þú veist, svona næstu eins svona stróp, svona ljós, eða þú veist, bara svona, þetta er bara allt gert til þess að gera efni meira ávanabindandi. Já. Og þetta er það sem, þú veist, sálfræðingar eru bara að vinna við. Hvernig get ég gert barnaefni meira ávanabindandi? Og þetta er ekkert grín. Nei. Þannig að, þú veist, þegar maður hugsar barnaefni sem við vorum að horfa á og sem við verið að horfa í dag, svona sem er frekar svona í æstari kantinum. Þú veist, mér er Hvolpasveit til dæmis mjög æst. Já. Og þá bara, þú veist, það er ekki hægt að líka þessu saman. Nei, einmitt. Þannig að þessi rosalega einhvern veginn, það verið að gera börnin okkar að svona litlum fíklum. Já, litlum sjónvarsfíklum. Litlum skjáfíklum. Og það er bara, ég líka myndarlega mæla með því, að þú veist, ef að dagarnir eru mjög erfiðir, bara hvort sem er eftir leikskóla eða helgar, þá er alltaf að fara að gera hann betri að vera ekki með kveikt á sjónvarpinu. Ég bara mæli með því að reyna að minnka það og þú veist, helst bara, maður það bara taka það alveg út. Já. Ég las einhverja magnaða bók, eitthvað að líka minn geymir allt. Og það verið að tala að þegar þú ert háður einhverju og börn er svo sannarlega háð sjónvarpi, flest. Já. Þá tekur þið 2 vikur að ná aftur svona einhverju baseline. Þannig að ef að barn er bara eitthvað svona, er alltaf að horfa og bara mjög mikið, þá getur tekið frekar langan tíma að ná einhver svona jafnvægi. Þannig að því fara að líða betur. Og ég held bara að foreldrar séu kannski oft ekkit svo meðvitaður að það sé skjárinn sem er að hafa þessi áhrif. Nei, einmitt. Það er svo mikið verið að tala börn í dag sem er mótþróa, þrjóskuröskun og þau eru svona eitthvað viðkvæm og þetta og hitt. Já. En sko, maður tapar allavega ekki á því að prófa að taka út skjá og sjá hvort að það hefur svona áhrif á hegðunina. Einmitt. Þó að það sé náttúrulega bara, þú veist, auðvitað er ég ekki að segja, auðvitað er þetta líka bara eitthvað svona sem maður er að mæla með og auðvitað getur maður ekki sagt öðru fólki hvað það á að gera. Nei. En maður tapar allavega ekki á því að prófa. Nei. Ef maður
ef maður er til í það. Gefa þessu séns. Já, þetta er svona eins og þegar maður lætur börnin sín hætta með snuð. Börnin mín hafa aldrei verið með snuð, þannig að þau hafa aldrei viljað það, sko. Nei. En ég hef heyrt að það einhvern veginn foreldrar kvíða mjög mikið fyrir því og svo þegar þau takast snuð loksins, þá er það bara miklu minna mál en þau halda. Já. Ég held að þetta sé svolítið svipað með skjátíman. Já, einmitt. Nei, að því að, þú veist, skjátímanum er náttúrulega bara stjórnað af foreldrunum og hann er bara í boði vegna foreldrana, þannig að þú veist, og þess vegna finnst mér svo mikið vitleysa að vera að ota að barninu, bara viltu horfa? Já. Ég vil láta bara allt og lítil börn vera að horfa, þú veist, bara börn sem er ekki orðin eins ás. Einmitt, það er bara, þau hafa ekkert við þetta að gera. Ekki neitt við þetta að gera. Ekki neitt við þetta að gera, sko. Að því maður sér ofta þau, svona lítil börn, þau verða oft bara mjög oförfið bara af samskiptum, þú veist, og þurfa að taka pásu. Einmitt, bara maður kjáir framan í þau 2 mínútur þá bara, svo þurfa að bara leggja sig. Já, eða bara snúa haustnum svona, til þess að láta vita að þetta er bara, ok, komið gott í bili. Og svo kannski festast þau auðvitað í einhverjum skjá, það er líka alveg búið til sérstætt efni fyrir svona lítil börn, það er alveg klikkað. Og þá bara komast þau ekkert burt, skilur, þau geta ekki pásu. Nei. Og maður svona hugsa hvað, og það er alveg rannsókn sem sýna það að börn sem horfa mjög mikið á skjá, það verður tekið heilaskanni af úlingum, þau eru með minna grátt efni í heilanum. Já, og það er bara gráa efnið er það sem gerur okkur kleift að læra hluti. Þannig að allar þessar tengingar verða til. Já. Taugatengingar. Þannig að það er verið og búið að sanna það að þú veist, þetta ásýr bara stað heila rýrnun hjá börnum, þú veist, þetta eru einhver börn sem eru kannski bara algjörlega orðin mjög háð tölvuleikjum. Þú veist, ég er ekki að segja, oft geta tölvuleikir alveg verið jákvæðir, þú veist, einhverju svona tölvuleikir þar sem við erum að tala saman og þú veist, og félagslegt. Akkurat. En það getur líka orðið einhvern veginn þannig að þau bara algjörlega tínast bara og gera ekkit annað. Mér fannst mjög flott þannig að ertu búin að horfa á dönsku konuna? Nei. Það er horfið náttúrulega ekkit á línulega dagskrá. Það er eitt bad þar sem ég þarf að koma í þerapíu til þín. Skjálust líf. Ég var ekki búin að horfa á dönsku konuna. Ég bara er alltaf á TikTok. Já, það er nefnilega alveg ótrúlega mikið að góðum þáttum núna. Vá, þú bara... Ég er að horfa á Mindhunter. Já, ég veit ekki hvað það er. 20 árum og seint. Já. Það er á Netflix. Já. En sko í dönsku konunni þá er svona barn sem er bara orðið algjörlega bara sturlaðslega háð tölvuleikjum og það er bara ekki hægt að ræða við það neitt, sko. Og þessi danska kona, ég held ég sé nú ekki að eyðileggja fyrir neitt fyrir neinum. Hún fer þarna inn í skjólinætur, þetta er mjög pínufindið, og tók alla tölvur og alla síma og allt og setti onni í baðkarið og bara eyðilaði allt. Nei. Og sko fjölskyldan var náttúrulega bara í rúst af því að öll börnin voru bara svo háð allir þessi tækni, mér fannst þetta svolítið flott hvernig það var gert. Og það var bara hvað við varum að gera og þú veist, konan hafði náttúrulega ekki efnaði að fara að kaupa nýja iPada og tölvuleiki og allt fyrir þau, sko. Þannig að þetta var svolítið flott svona hvernig þetta var hvernig þetta var sýnt, sko. Já, einmitt. Gott dæmi. Gott dæmi. Já. Það er alveg, ég mæli með þessum þáttum, þeir eru algjör snilt. En sko, ef við tökum það saman, þú veist, afleiðingar þess að horfa á skjá geta verið bara mjög neikvæðar. Já. Þú veist, það er samskipti, verða kannski minnka. Þú veist, börn eru minni samskipti við foreldra sína, minni samskipti við systkini sín, leika sér minna, svefnin getur orðið verri út af þessu melatóninni sem hefur þessi áhrif að bara að bláa ljósið hefur þau áhrif að þau sofa verr eða erfiðara með að sofna. Og þetta hefur áhrif einmitt á þennan leik, þetta ímyndunarafl og skapandi hugsun sem er bara grundvöllur fyrir öllum þroska, ekki bara málþroska. Nei, einmitt. Einbeiting getur versnað og þú veist, auðvitað vilja allir að börnin sín sé með góða einbeitingu og að maður getur komið í veg fyrir að það sé eitthvað að trublast. Ég meina, auðvitað er fullt af börnum sem eru með, þú veist, ekki góða einbeitingu eða eru með ADHD og eitthvað svona. Ég er ekki að tala um þau, ég er að tala um bara að þetta getur alveg haft þau áhrif að börnin eiga erfiðara með að einbeita sér.
og fyrir utan það að vökustundir með foreldra með börnunum sínum Eru fáar Já. og einhvern veginn samskiptin verða bara miklu verri. Þannig að mér myndir nú finnast gaman að heyra ef eitthvað foreldri sem er að hlusta prófar að draga úr skjátíma og gera svona smá könnun. Gera smá könnun, já. Senda okkur línu á trappa.is og láta okkur vita hvernig við gengið að skrúa fyrir skjátíman og henda öllum ráftækjanum í baðkarið. Einmitt. Svolítið drastist. Og svo líka verðum við að mæla með bablaspjall. Já, jú, sko, ég ætla að því að við erum að tala um skjáleysi, að þá ætla ég að tala um alla mína samfélagsmiðla og alla þann skjátíma sem ég ver í að skoða mína eigin og annar manna samfélagsmiðla. Það er náttúrulega bablaspjall á Instagram og svo er ég líka á TikTok og þar heiti ég nú bara Tinna held ég. En það er náttúrulega markmið er að ná til foreldra og vonandi eru þau að horfa þá ekki innan börnin sín, heldur bara á klóstinu eða eitthvað, nei, tjók. Bara einhvers staðar í sínum afmarkaða skjátíma fjarri börnunum. Ég þarf stundum að fela mig á klóstinu. Já, hver hefur ekki gert það? Já. Og en þú veist, við viljum auðvitað foreldrar mennti sig og leiti sér lausna og fræðslu og það er oftar en ekki, á hinnu valinkunna interneti. Þannig að við getum nú kannski ekki alveg slögt á því sko, en við getum stjórnað í hvar við erum í skjánum og hvað við erum að horfa á og reynt svona, þú veist, eins og ég var að tala um, eins og óbeina reykingar, skilur, við séum ekki bara hangandi í símanum fyrir fram börnunum okkar, heldur við séum með börnunum okkar þegar þau eru þá sjaldan vakandi í kringum okkur. Einmitt. Og já, þannig að þess náttúrulega ég að benda á miðlana mína, bablaspjall og Tinna á TikTok. Og svo er líka Facebook-hópur sem heitir Bjall og bla bla bla. Blaps og blaps. Blaps og bla, hips haps. Bablaspjall, en hann er nú ekki droslega virkur, en það er fullt af fólki þar inni líka og það er hægt að finna upplýsingar málþroska og eitthvað svona efni sem ég hef gert. Einmitt. En ég byrja langar líka að ég veit ég tala aðeins áðan, en ég er líka að biðja foreldra oft að hugsa aðeins út í framtíðina, eins og þetta með segluna, sem er ótrúlega mikilvægt. Bara fyrir allt, þú veist, þegar að börnin segja, mér leiðist mamma eða pappi, mér langar að horfa. Þá er það besta sem þú getur sagt, já, ég hlakka til að sjá hvað þú finnur upp á. Ekki kveikjusjónvarpinu. Frábær loka orð, Halldís. Þetta var ótrúlega fróðlegt að hlusta þig tala um þetta. Takk fyrir það. Og við sláum botnin í þátt dagsins og þökkum HRA Audio fyrir hljóð upptökuna og ykkur fyrir að hlusta og þanga til næst. Bless.